Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við ætlum að ræða núna húsnæðismál skiljanlega því að ég held að fara ekki fram með neinum eiginlega húsnæðiskerfið okkar í stórkostlegu vanda og við höfum alls konar birtingarmyndir. Það meira að segja hluti af umræðu núna ILS-sjóð náttúrulega dæmi mikla breytingar sem voru gerðar húsnæðiskerfinu 2004, 2005, eitthvað það bili svo við erum ennþá eiginlega að vinna út úr. Það er nú kannski auka mál. En Sigurður Stefánsson, hann framkvæmdastjóri Aflvaka sem að vinna að hugmyndum að byggja upp við Gunnarshólma, hér svona ekki upp á Hellisheiði en svona á leiðinni þangað. En þú hefur verið að skrifa mjög áhugaverðar greinar húsnæðismarkaðinn og lagt svolítið áherslu í þeim einhverjum að húsnæðismarkaðurinn ýti undir misskiptingu auðs. Og þess vegna ákvað ég að fá þig hérna af því að þetta þú eiginlega stundar svona rannsóknir á húsnæðismarkaðnum og ert að miðla til okkar það sem að þú komist að. Geturðu kannski útskýrt fyrir mér hvernig virkar það að húsnæðismarkaðurinn ýtir undir misskiptingu auðs? Ég skal til að byrja á því og takk hérlega fyrir að bjóða mér hingað að tala um þessi mál og ég ætla að fá að hafa aðdragandi að svarinu ykkur. Þannig að ég held að það sé mjög hollt að taka aðeins skref aftur og bak og aðeins skilja hvernig húsnæðismarkaðurinn virkar. Og ég hef lagt mikla áherslu á það að deila þeim gögnum sem ég er að vinna með. Þannig að svolítið gagnadrifin nálgun. Og það er nefnilega alveg ótrúlegt að eins mikilvægur og húsnæðismarkaðurinn okkur. Og ég vil ganga svo langt að segja að húsnæði sé frumþörf í okkar samfélagi. Að þá er afskaplega skrítið að sjá hver gögnin eru ill aðgengileg og það vantar bara verulega upp og við skiljum stóru myndina. Og ef við byrjum aðeins á því sem oft talað það er íbúða eftirspurn. Og Seðlabankinn talar til dæmis mjög oft íbúðar eftirspurn. Íbúðar eftirspurn og íbúða þörf eru tveir ólíkir hlutir og þetta er rosalega mikilvægt að skilja. Íbúða eftirspurn bara háð aðgengi að fjármagni. Við getum ekki keypt íbúðir nema höfum aðgang að fjármagni. Íbúða þörf bara hvernig, hver margar fjölskyldur, hvernig þróast það. Þannig að íbúða þörf þeirra sem ekki aðgengi að fjármagni og geta ekki tekið lána, þá mælist ekki eða hvað? Já, það er munurinn á eftirspurn eins og í dag. Það er fullt af íbúðum til sölu og þá segja menn, það er takmarkað eftirspurn eftir íbúðum. En íbúðaþörfin alveg til staðar, en meðan við höfum ekki aðgengi að fjármagni til að kaupa, þá hefur það áhrif á það sem köllum íbúða eftirspurn. Svo oftar móti líka, skipti málin svo núna, hafa eins og fólk að benda á, hafa aldrei verið eins margar íbúð til sölu. En helmingurinn af þessum íbúðum bara byggingu. Og stór hluti af þeim bara ekki að mæta þeim íbúðum sem okkur vantar. Og okkur vantar minni íbúðir. Við erum að byggja risastórar íbúðir. Við erum að byggja 4 og 5 herbergja íbúðir. Við erum búin að hlusta á þetta í ára 10 Ég meina eitt af þessu sem að var að húsnæðis- og mannvirkjastofnun ætti að fara og telja íbúðir til þess að aðstoða verktakana til þess að framleiða íbúðir sem að væri eftirspurn eftir. Mér finnst alltaf svolítið hlægilegt að þið geta ekki bara talið þetta sjálfur Já, nákvæmlega. En þetta partur af því til dæmis athuga það að HMS ekki nema rétt 5 ára gamalt. Fyrir þann tíma töldum við byggingakrana. Það var rosalega lítil vitneskja það hvað í pípunum og hvernig lítur framboðsliðin út á móti eftirspurninni. En ætti verktaki ekki að hafa eitthvað svona sans fyrir því? Sá sem að selja ís, hann veit hvað margar ísbúðir í búðinni í hverfinu og það bara okkur er alltaf verið haldið fram að þeir sem að fara með fjármagnið og í rekstri að þeir séu bestir í því að greina og taka ákvarðanir. Já, og það er bara samspil nokkra þátta því aftur á móti eins og aftur á því að þegar við erum að tala frumþörf að þá er rosalega mikilvægt að hafa skýra stóru myndina og ræðum það aðeins í dag rosalega mikill munur á íbúðaþörfinni. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur bent okkur á það að við skuldum 15.000 íbúðir í dag. Það er ekkert smá mikið. Við við horfum á hvað við þurfum sem samfélag og mér langar að skipta því í tvennt. Það er annars vegar
mannfjöldaaukning og hins vegar minni fjölskyldur. Minni fjölskyldur, það tilkomið vegna þess að við erum að elda sem þjóð, við erum að eignast færri og færri börn og það munar alveg ofboðslega miklu þar. Núna framöndan, næstu 15 árin, þá vorum við að horfa á það og þá tekið mannfjöldaaukninguna alveg út. Við þurfum 2300 íbúðir á hverju ári til að mæta bara þeirri þörf. Fleiri íbúðir sami mannfjöldi. Við erum að framleiða 2800 í ár samkvæmt talningu HMS og 2500 næsta ári. Þannig við náum ekki rétt nám að mæta því. Á sama tíma við út af öldrunni, við þurfum fleiri vinnandi hendur og við erum að horfa á það og ég búin að gera mjög djúpa líðfræðilega greiningu á því hvað við þurfum að lágmarki marga inn í hagkerfið. Og við þurfum 5000 auka hendur á ári og með þeim koma 500 börn. Það hefur verið að sjá, hefur verið þróun síðustu 10 ár og það fyrir sig að það verði áfram. Því síðustu 10 ár þá hefur stæðista greinin sem að vaksa að taka til sín, það heilbrigðis- og félagsmálin. Og við sjáum það með öldrunni, okkur mun vanta töluvert mikinn vinnuafla þar. En þetta ekki háð vexti, áframhaldandi vexti ferðaþjónustunnar? Nei, ferðaþjónustan bara rauninni 7. stæðsta síðustu 10 árin í mannfjölda. Í því að soga til sín? Já. Næststæðsta, hvað næststæðsta? Næststæðsta hugverkageirinn. Það geiri og greina sem að skapa gífurleg verðmæti hér. Dæmi það fyrirtæki eins og Kerecis. Dæmi það fyrirtæki eins og Alvogen. Alvogen búin að fjárfesta hér á ekki mörgum árum 260 milljörðum í uppbygginguna. Landspítalinn áætlaður að kosti 200. Þannig að það þessar greinar eins og samtöku iðnaðar sem að benda á að ef við náum að hlúa vel að þessum greinum þá verður þetta stæðsta greinin innan svona 10-15 ára. Og þeir hafa bent á það að við þurfum svona 9000 þarna á þessum árafjölda sem svona 500-600 eins og við höfum verið að framleiða. Þannig að við verðum að skoða það hvaðan kemur aukningin á mannfjöldanum. Það oft sagt túristinn. En það ekki alveg rétt ef við skoðum síðustu 10 ár. Það þetta sem að drífa og við munum þurfa til að mæta breyttu samfélagi og stækkandi samfélagi þessu. Og heldur að þú ekki áherslu á að skoða gögnin og greina þetta vel, að þessi hugmyndum, að þessi túrismin sem að keyra þetta áfram valdi því að við bregðumst kannski síður við vegna þess að svona grunur að vöxtur túrismans muni kunni hætta og þar með muni það vandamál hverfa og þess vegna væri óvarlegt að fara að framleiða, ég veit ekki hvað þú myndir vera að leggja til, 3000 fleiri íbúður ári heldur en við erum að búa til. Ég kann ekki, ég hef alveg mína skoðunar á því hvað gæti verið, en ég svolítið bara að draga fram gögnin og ég ætla að leyfa öðrum að draga ályktanir þar. Þú horfir á gögnin og ert með greiningu en þú heyrir líka umræðina. Ég heyri alveg umræðina, en þetta bara orðið gamalt. Þetta bara, rauninni ferðaþjónustan, við erum að tala það að hún vaxi 3-5% ári og þetta orðið stæðsta útflutningsgreinin okkar. Hún að skila virkilega miklum virðisauka inn í kerfið og ég held að við séum bara öll sátt með það. Hins vegar, rauninni þetta sem hefur ekki verið að dressa. Það ekki búið að mæta þessum auknu þörfum sem var. Og ef við skoðum til dæmis bara skipulagsmálinu á höfuðborgarsvæðinu sem 2/3 af öllu landinu, það bara skortstefna þar í lóðum. Það ekki verið að bjóða upp á svæði til að byggja til að mæta þessum þörfum sem við verið að sjá síðustu 10 árin og langt frá því. Og það afleiðing af því sem við erum að sjá núna. Að húsnæðisverð okkar, húsnæðisverð að hækka langt umfram öll önnur lönd á Norðurlöndunum. Langt umfram öll önnur lönd innan OECD. Langt umfram raunhækkunin. Og það þetta sem að keyra upp verðbólguna. 61% af verðbólgu síðustu 10 árin tengist húsnæðisliðnum. Og hvað gerist þegar verðbólgan há? Þá hækka vextirnir. Og ef við setjum þetta... Og þrengir enn að möguleikum fólks til þess að kaupa húsnæði? Já, ef við skoðum aðeins stöðuna, 2022, þá hófst vaxta hækkunarferli á Seðlabankanum til að ráðast gegn verðbólgunni. Þá, samkvæmt opinberum tölum, skulduðu við 4500 íbúðir og athugaðu húsnæðisverðið mesti drifkraftur verðbólgu. Í dag íbúðaskuldin komin í 15.000.
þrýstingurinn á verðbólgunu undirliggjandi í gífurlega mikill. Við sjáum það samkvæmt gögnunum frá HMS. Þeir segja að við þurfum ákveðið margar íbúðir. Þeir eru búin að telja hvað koma margar íbúðir tilbúnar út í ár og næsta ári. Því það tekur 2 ár eftir að við hefjum framkvæmdir. Það er framkvæmdir sem við erum að undirbúa núna, það er verið tilbúnar 2027. Þannig að það er svolítið búið að læsa okkur inni hvað koma margar íbúðir 2025 og 2026. Við erum að sjá íbúðaskuldina fara 15.000 í 20.000. Hvað þýðir það? Undirleikiti verðþrýstingurinn vegna hækkunar húsnæðis er gigantískur á verðbólguna. Leiða við skoðurinn ef við setjum þessi í samhengi. Hvað þýðir þetta? Ef við skoðum síðast ár, þá er umfjöllunin og umtalið allt vera það að Grindavík, sem voru innan við 1000 íbúðir, hafi drifið upp húsnæðisverðið. Setjum það í samhengi, það eru 1000 íbúðir. Við erum að tala um íbúðaskuldin sem 15.000, hún er stæðið 20.000. Þetta er engin smá pressa sem er undirliggjandi sem mun koma verðlagið. Leið og vextir lækka aðeins, hvað gerist þá? Þá eykst aðgengi af fjármagni til að komast inn á markaðinn og kaupa og þá skýst verðið upp af því að það er ekki til nægilega mikið að íbúðum í kerfinu til að mæta þessari þörf. Það er kannski ástæða fyrir því að var hort sérstaklega til Grindvíkingana því að segjum að sem er 15.000 íbúðir þörfina. Af þeim eru margir sem að hafa ekkert efni á að kaupa sér húsnæði. Fá bara ekki greiðslumat, hefur ekki bara með nógu mikla tekjur til þess að geta verið inn á sífellt hækkandi húsnæðismarkaði. Af því að það verður alltaf færri og færri sem geta verið þar. Þegar Grindvíkingarnir komu og fengu greiddar út sínar íbúðir, þá komu þeir beint inn í þetta efsta lag, að langstæðstu hluta. Þetta voru leigjendur líka hjá Grindavík sem í Grindavík sem að gátu ekki farið að kaupa sér húsnæði sérstaklega því að það hækkaði svo mikið. Þannig að kannski voru áhrif Grindvíkingarna á húsnæðisverðið meira heldur en kannski hlutfall þeirra af íbúðaþörfinni. Því það eru svo margir sem eru með íbúðaþörfina sem hafa ekkert aðgengi inn á húsnæðismarkaðinn, kaupmarkaðinn. Þeir eru lokaðir inn á leigumarkaði, það sem vantar alltaf sífellt meira húsnæði og þar hækkar líka 92% af þeim sem eru á leigumarkaðnum, þeir vilja ekki vera þar. Skiljanlega. Já. Og þetta er hardur. Og eina leiðin, það er bara raunveruleikinn á Íslandi það, eina leiðin til þess að losna út af okrin á húsnæðismarkaðnum þar sem þú ert með húsnæðiskostnað sem er kannski meiri heldur en sá sem er að kaupa, er að fara og kaupa sjálfur. Og þetta vita allir leigjendur. Ef þú ert að kaupa íbúð, þú ert kannski að borga 220.000 krónur af láninu þínu á mánuði, en ég er að borga 370.000 krónur fyrir húsaleiguna mína. Já, Og þetta vil ég losna. Já, að sjálfsögðu, því það er, þú ert að borga jafnvel minna að þú kemst inn á húsnæðismarkaðinn og þetta sýndi ég fram á í grein sem ég skrifaði síðasta sumar, og þess vegna skiptir svo miklu máli að skapa jafnvægi á húsnæðismarkaði. Því að ójafnvægi á húsnæðismarkaði veldur húsnæðishækkunum sem keyrir upp verðbólgu sem að keyrir upp vexti. Og og lokar fyrir fleiri til þess að kaupa þessu húsnæði, lokar fleiri inn á leigumarkaði, þar sem að þeir eru með hærri húsnæðiskostnað, sem að minnka líkurnar á því að þeir geti losnað og grefur öfulega undan lífskjörum þeirra. Þannig að þessi húsnæðismarkaðurinn er, bölva helviti. Það er, ef við kjörnum þetta aðeins, skipulag er samfélagsfræði eins og segja það. Því að samfélagið er að breytast eins og við erum að tala um hérna. Og skipulagið tekur ekki mið af því. Hvað gerist þá? Og aðgengi að lóðum til að byggja, það er í engun takt við það sem þarf að byggja. Við erum ekki með eins og höfuðborgarsvæðinu, þá erum við umrætt vaxtamörk sem að læsa inni það magn sem að getur verið að byggja á. Það magn sem er á lóðanu núna, það eru uppbyggingarsvæði sem er atvinnubyggð á. Það tekur rosalega langan tíma, það tekur 18 ár frá því að byrjaði á skipulagi þangað til að komið að íbúð sem hægt er að búa í.
Og það partur af því að skipulagið ekki að taka tillit til þarfa samfélagsins, eins og ég var að segja. Af hverju fólk að spara lóðaúthlutanir þegar ástandið er þannig að vantar 15.000, þú ert að spá því eftir 2-3 ár verið að vantar 20.000 íbúðir. Það er ekki eins og að þú getur allt í einu ekki skipulagt Ártúnsbrekkuna af því að þú hafa búið að fullnægja þörfinni í Úlfarsárdal. Það er engin hætt á að slíkt ástand komi. Nei, við þurfum bara að vera með og þetta tekur svo langa tíma. Aðtöðu það að Ártúnshöfn sem dæmi út að þú nefnir hann, það búið að vera verkefni síðan aldamótin. Það tekur rosalega langan tíma og við þurfum síðan að færa og finna nýjan stað fyrir þá atvinnustarfsemi. Hvar er pláss fyrir þessi atvinnustarfsemi? Það ekki búið að gera ráð fyrir í skipulaginu. Það bara takmarkaðu leyti. Þannig að þetta, það að flytja yfir, þannig að við þurfum að vera með þetta svæði, við þurfum að vera með fleiri svæði undir, við erum alltaf fá svæði. Því að þetta tekur bara þetta langan tíma og svæðin svolítið sem við erum með núna innan þess skipulag sem að gildi fyrir höfuðborgarsvæðið og aðduga það var ákvarðað 2012-2014 og tók gildi 2015. Síðan þá hafa allar forsendur, svona mikilvæga forsendur, og ég nefni það í grein sem ég ritaði í morgun, 7 veigamikla forsendur, sem dæmi að það var mannfjöldisspá Hagstofu þar og okkur myndi fjölgum 100.000 á næstu 50 árum. Hvað gerist? Okkur fjölgar 100.000 á 15 árum. Það ekki búið að taka tillit til þess inn í núverandi skipulag. HMS búin að benda á það, ef þú tekur ekki tillit til öldrunar þjóðar, minkandi fjölskyldur, þá ertu með 30-40% vanmat á íbúðaþörfinni. Það ekki tekið tillit til þess að forsenda inn í núverandi skipulagi. Þannig að það vantar ótrúlega mikið, það vantar að uppfæra. Við erum bara með eldgamalt skipulag sem byggir á allt öðru forsendum annað samfélag. Þannig að það það sem að skal segja, svolítið, því ég skoða gögnin, það vantar miklu fleiri svæði sem þurfum að vera að byggja á til þess að ná að koma fleiri íbúðum út. Og íbúðaskuldin bara orðið það aðkallandi að hún farin að hafa áhrif á allt samfélagið. Það væri gagn að horfa á þetta líka þannig að við erum með 15, bráðum 20.000 íbúðaþörf. Þar inni fólk út af fjölgun innflytjenda og fleira. Stærri hluti fólks á lægri tekjum sem lokað inn á leigumarkaði og fleira. Við erum ekki með neitt kerfi eins og við höfðum þegar við vorum með verkamannabústaðina sem að aðstóðu fólk á lægri millitekjum til þess að komast út á leigumarkaði og inn á séreignamarkað. Það ekki slíkt. Ég veit ekki hvort að við séum með raunverulegt kerfi til þess að aðstóða eða búa til hentugt húsnæði og hafa lána fyrirkomulag og annað slíkt fyrir eldri borgara til þess að sem að, ef við tökum svona í klísjum að hjónin eru eftir og börnin farin að heiman. Að því að þú talar skipulag og útlutun lóða, að það þarf líka að vera fjármálakerfi þarf að vera þjóna almenningi og þörfu þess. Jú, og það það nefnilega það sem gerist að þetta náttúrulega bara gangverk og þetta er hringrás og hún þarf öll að gangi í takt. Og það snýst ekki fyrir marga Nei, þau liggja bara þarna. Já, og aðeins þú komst inn á það með félagslegar íbúðir sem voru kauplegu til þeim sem síðustu aldamót. Þá mann rétt voru með 4.500 til 5.000 íbúðir þar sem var verið að hjálpa fólki að eignast koma þeim af leigumarkaði yfir að eignast þak yfir höfuð. Og í dag eru við með kerfi sem hlutdeildarlán og sem að ég skil eins og segja að koma einhverju leyti, raunni í staðin fyrir þetta. Nei, það ekki. Í fyrsta lagi þá vitum við að í sögunni að stundu bara virkaðu ekki af því þau eru háð einhverju tiltökum verði og það fannst aldrei íbúðin sem átt að vera í 2 ár og engin hlutdeildarlán veitt. Það alltaf verið að vísa á þetta. Já, eins og þetta sé lausn, þótt að við vitum að þetta ekki lausn. Nefnum fyrir bara örlítinn hóp. Já, þetta ekki lausnin fyrir alla, en þetta er partur af því. En þegar ég horfi á þetta, að þá virðist vanta bara svæði til að fara í að byggja upp. Það ótrúlega verktökur sem að geta byggt inn í þetta, en það vantar lóðir. Og þeir hafa allir með tölu verið að kvart undan því að þeir hafi ekki lóðir til að byggja á.
og þarna erum við með, eins og ég leysir ekki allt, en við erum allavega með eina lausn sem að myndi hjálpa fyrstu kaupendum og að hjálpa fyrstu kaupendum, en það bara vantar þeim meira magni. Og í staðin fyrir að við verðum með 3.900 sem eru núna, og það er búið að leggja áherslu á þetta, en þeir ná ekki að skala þetta upp byrjast vera, það vantar fleiri íbúðir. Þetta ætti að vera svona 10-12.000 með við sömu, sama skala og værum aldamótin. Þannig að, til dæmis eins og bara með verðin, þeir treysta sér ekki til að hækka þau ætla að hækka þau einu sinni á ári. En að því að þessu verðbólgu hvetjandi, það er ekki tilneitt á markanum, leiðum til að hækka það, þá hækkar húsnæðisverðið og þá fyrir það strax í verðbólguna. Þannig við erum alltaf komin í skortstöðu að það er bara ekki nóg byggt til þess að mæta þörfinni. Og þá lendir við því að kerfin á ekki að virka eins og þau eiga að virka. Þegar að verður markaðsbrestur, það er ekki nóg byggt, að þá stígur ríkið inn og byggir. Það er þekkt bara í kreppu, ef bara dunkar niður uppbygging í atvinnulífinu, þá er eðlilegt að ríkið stígi inn og verið með hvata. Er þetta ekki bara dæmi það að ríkið eða sveitarfélögin ættu bara að stíga inn í húsnæðismarkaðinn og byggja þessar smærri íbúðir, ódýrar íbúðir, það sem langstæðsti hlutin af þörfinni eftir slíku. Annars vegar hjá lágtekjufólki eða fólki á millitekjum og lægri tekjum og hins vegar eldra fólki sem að minnka við sig að ef að markaðurinn leysir þetta ekki með því að vera að kaupa, þú nefndir Átúrs Holti, ég held að Orkureitur hafa tvisvar sem skiptum eigendur, ég held að sé komið inn í það núna að verðið áður en að byrjað að byggja séu komið svona cirka 20 milljónir á hverja íbúð sem er langstæstu hluti lóðabrask, eitthvað er gatnagerðargjöld og annað slíkt, kannski 1,5, kannski 2 milljónir, en gríðarlegar fjárhæðir sem að liggja í kaupum og sölum á einhverjum verðmætum byggingarreitum sem er síðan velt út í verðlagið. Og ég held að þetta sé gott dæmi það hvað skorturinn leiðir af sér. Það er gott dæmi það er brask. Það væri ekki að braska með lóðir að vera nú frambáðaði. Þetta er gott dæmi það. Og ef við ætlum að fara í húsnæðis átak, húsnæðis uppbyggingu, þá hlýtur lykil forsendan að vera svo að við þurfum lóðir. Það er ekki til í dag. Það er ekki til lóðir eins og á höfuðborgarsvæðinu sem er 2/3 öllu landinu. Það er bara ekki til. Það þurfum við ekki líka eitthvað sem að stýra uppbyggingunni sem að horfir á íbúðaþörfina í staðin fyrir eftirspurnina. Við getum verið í þeirri stöðu þegar æfærri hafa efni á að kaupa og við getum horta á það, þú líklega verið að horfa á það, í hvert fara íbúðina sem kom inn á markaðina, það er farið í æjauknar í mæli til þeirra sem eiga íbúðir fyrir, bæði fyrirtæki og einstaklingar, það eru ágætlega sett fólk sem að býr einhvers staðar og á svo bara 2 og 3 íbúðir í leigu, þannig er íslensku leigumarkaðurinn að hluta til, en hann er líka í stórum leigumarkuðum, þannig að við erum að fara frá séreignarstefnunni. Í slíku umhverfi þar sem æfærri hafa efni á að fara inn og kaupa ædýrar íbúðir, að þá getur verið að það sé raunverulega hvati hjá verktakanum að framleiða íbúðir fyrir hinn að tekjuháu. Þess vegna erum við með þetta allt byrja að heita lúxusíbúðir í þessum þröngu byggðakjörnum á þessum þéttingarreitum. En það sem að þörfin er raunveruleg, það er enginn að byggja fyrir það fólk. Og þetta er það sem við erum að tala um. Þetta er afleiðing á skortinum. Þegar þú ert ekki með nægilega mikið á lóðum til að byggja og mæta þörfinni, þá gerist þetta í skortstöðu. Og það verður hvati til þess að fara ekki af stað. Það verður hvati til þess jafnvel að selja því þú græðir meira á því að selja því að lóðaverð er svo hátt, að því að það er svo takmarkað framboð á lóðum. Þetta er allt sem gerist. Það er því sem seldu Orkureitin, þetta var eiginlega no-brainer fyrir þá að kassa inn, en þess að þau voru búin að ná inn megnin af þeim hagnaði sem gætu náð inn með því að klára að byggja. Kannski 80% hagnaðin var þegar komin með því að fá byggingaleyfið í þessari skortstöðu sem þetta lýsa og þau tóku bara penningin. Og svo er einhverjir aðrir sem að koma og reyna að ná í síðustu 20%. En þetta er afleiðingin að því þegar skoðurinni það er ekki til lóðir. Ef þú bara skoðar fyrirsagnirnar hjá öllum framkvæmdaraðalánum, það er allir að kvarta yfir þessu. Þeir eru með fyrirtæki sem þeir hafa byggt upp, sem er kannski með starfsmenn upp á 500. Hvað þeir eru að gera núna? Þeir eru að vera að byggja þetta upp í mörg ár.
svo stendur þau framvið fyrir því að þú hefur ekki aðgengi að lóði eða þarft að kaupa hana á einhver himinháa verði bara til að halda reksturinnum saman. Það er svo margt í þessu sem að ég er að skoða í gögnunum sem að bara undirstrika það. Skipulagið er ekki að mæta þörfum samfélagsins, lóðaframbóðið er ekki að gera það. Og þú segir höfuðborgarsvæðið að því að við heyrum þetta svolítið frá sjálfstæðismönnum alltaf að tala lóðasölu eða lóðaúthlutun í Reykjavík, þú ert að tala allt höfuðborgarsvæðið. Að því að það var nú eitt árið þá fækkað íbúðum í Hafnarfirði sem er undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Þannig að þú ert ekki að tala að þetta séu allt saman Degi Bjarnasyni að kenna. Ég er bara að tala höfuðborgarsvæðið í heild sinni, og við sjáum það bara og eina greiningun sem ég gerði að lóðaskorturinn er að hafa áhrif á hvernig til dæmis þessu borgin þróast að barnafólki er að fækka og barnafólkið er að flýja höfuðborgarsvæði. Reykjanes og í Árborg og upp á Skaga. Og bara tölurnar sýna það að börnin okkar er að fara út fyrir þó þau vinni á höfuðborgarsvæðinu og athuga það 2 langskóla menntaðir einstaklingar sem fara út fyrir bæjarmörkin og eiga lítið barn í leikskóla. Þú ert búin að taka annað þeirra út af markanum, hann getur unni við það sem hann er kannski búin að mennta sig. Þannig að það er rosalega svona, margar afleiðingar af því að vera ekki að byggja upp til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að megin þorri af mannfjöldaaukningunni hefur verið og vill svolítið vera því þar er atvinnustarfsemin. Sjálfsögðu að byggja upp landsbyggðina líka og það er margt að gerast það sem er virkilega flott og svo framvegis. Það hefur náttúrulega breiðst út, húsnæðiseklan hefur breiðst út um all land. Já. Það til dæmis verðhækkanir á leiguíbúðum eru eiginlega út um all land. Já. Það er ekki eins og margir geti haldið þetta að veri bara 101 sem að vera að hækka. En það þú getur séð bara stórkostlega hækkun á leiguverði í Búðardal. Já. Þetta hefur áhrifin bara þetta hefur áhrifin á allt landið og það sem að mér finnst alveg ótrúlegt því að þetta er alveg nýtt fyrir, ég kemur allt öðru ég kom bara inn í þetta fyrir 3 árum og svona fór að skilja það hvað samfélagsfræðin ég hef einhvern veginn aldrei verið í því að spá í því hvað það skiptir ótrúlega miklu máli í skipulaginu og bara hvaða áhrif þetta hefur á uppbyggingu samfélagsins bara félagslega samsetningu. Og ef við skoðum núna, bökkum aðeins, hvað hefur verið megin fókusinn hjá okkur Íslendingum síðustu 100 árin? Það er að byggja upp húsnæðisöryggi og fólk geti eignað sitt eigin húsnæði. Þar viljum við vera. Við erum með aðeins frábrugðari efnast umhverfi heldur en hinn Norðurlöndin. Það er meiri sveiflur og við höfum séð það bara að besta fjárfesting og í rauninni eina fjárfesting almennings, það er að eignast sína eigin íbúð. Og 1920 sem dæmi, þá var 65% Íslendinga á leigumarkaði. Það er náttúrulega fimbýlisár kapitalismans sem að fólki kemur úr sveitunum en þetta var sama ástand út um allan heim. Nákvæmlega. Það sem fólk bjóði einhverjum reisum. Já, við tókum okkur til sem samfélag og þetta var höfuðáhersla verkalýðsfélagana og stjórnvalda að snúa þessu við og það var heilbrigðisskorun vinkill á þessu líka upp á 1940 en svo í framhaldi var fóru úr því að vera eitt fátækasta ríki í Evrópu yfir að vera eitt mest ríkasta land í Evrópu og jafnvel þó við að vera að leita. Og tímabili voru líka mestan jöfnuð. Já, við fengum Marshall-aðstoðina. Stefán Ólafsson hefur bent á 10. áratugnum að það var mikið jafnað samfélag á Íslandi en það er ekki lengur. Já, og það var það sem við unnum svolítið hart að gefa öllum jöfn tækifæri í samfélaginu. Og við keyrðum hart á þetta sem samfélag. 1990 þá hlutfalli komið þannig að þeir sem eiga sitt eigið húsnæði er orðið 87%. Og húsnæðisöryggi og jöfnuður fyrir saman. Það var það sem við vorum og við erum rosalega stolt af því að geta sagt það að við erum jafnaða samfélag. Það ríkir jöfnuður. Það sem við gerst núna á örskömmum tíma er það að við erum að breyta samfélaginu. Við erum að breyta félagskerfin okkar. Við erum að breyta bara öllu samfélaginu. Allt í einu erum við komin í það að við horfum á 25-49 ára að 45% af einstaklingunum eiga ekki sitt eigi húsnæði. Og ég benda á það í greinu minni
og eins og þetta er að þróast núna með hvað mikill skortur, með hvað er lítið byggt, í engu samræmi við það, að þá erum við að stefni það að 55% mun leigja sitt húsnæði. Við erum eiginlega búin að taka alla vinnuna sem var gert á síðustu öld, 100 ár, og breyta því bara örstum skömmum tíma. Því að sko kerfi virkar ekki eins og það er í dag. Það er svo mikið virkar pressa. fyrir einhverja. Það er svo mikið pressa og reyni skal segja þú veist, undirliggjandi á verðhækkanir á húsnæði sem keyrir upp verðbólguna, sem keyrir upp vextina, sem þýðir það að almenningur hefur ekki aðgang að íbúðalánum. Og við sjáum það bara hlutfallið íbúðalánum ekki að aukast. Hvað þýðir það? Við þurfum íbúðaþörfina, en það er bara mjög fáir og aðtuga það núna þegar Seðlabankinn er að reyna að keyra niður reyna eftirspurnin eftir íbúð, þetta og ég hef útskýrið það, að hún virkar ekki. Því að kaupgeta, þeir sem eiga pening, 50 ára og eldri, aðtuga það, þeir eiga 1.700 milljarða í lausu fé. Sumir af þeim komin á markaðinn og kaupa íbúðunar vegna þess að þeir fá með auka tekjur frá leigumarkað. Það jafngildir því að þessi hópur getur keypt 18.200 íbúður hans að taka lán. Það er búið að tryggja að það eru leigutaka sem býður röðum að fá að kaupa þessi íbúður. Þetta er kynslun sem veit það að sparnar er best geymdur í steypu. Þannig að það er búið að taka út almenning, það er búið að taka út samkeppnina. Þetta er eini hópurinn sem getur keypt íbúðunar og hann leigi þá yngva fólkin okkar. Þetta er kerfið sem það er í dag og það bara virkar ekki. Að því að skorturinn er svo mikill, við getum ekki mætt íbúðaþörfinni að því að það er ekki til lóðu til að byggja. Kerfið bara, það virkar ekki eins og að gera, þetta á að vera hringrás. Og staðan er mjög slæm því að það vantar einhvern veginn heildar yfirsýnina. Það er eins og það átti sig enginn á þessu. Þetta nú verið rétt svolítið hér. Já, en er það eitthvað að breytast? Nei, það er bara alls ekki að breytast. Þú sagðir að það græðir enginn á þessu. Það er fólk sem að græðir á þessu sem að því miður hefur verið ráðandi í mótun húsnæðisstefnunnar. Og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður Leigjendasamtaka, hann hefur bent svolítið á það, hann hefur sittið svona fundi þar sem einhverjar samráðsnefndir á vegum hins opinbera að móta húsnæðisstefnu og hann segir alltaf, ég er alltaf bara eini leigjandinn þarna. Þannig að þetta kannski allir eiga sitt húsnæði, margir eru að leigja frá sér, sumir bara eru stórtækir í því, þeir eru að móta stefnuna. Þeir sem að tóku peningana, 4 milljarðana út úr orkureitnum og þeir sem að tóku 8 milljarðana út úr Átúnsbrekkunni, þeir eru að græða á þessu kerfi. Það eru margir sem ekki margir, það er hópur sem er að græða óheyrilega á þessu kerfi. Það eru auðgast mikið. Það eru rúmlega 20.000 einstaklingar á Íslandi. 5% Íslendinga sem eiga 30% öllum íbúðum. Og þeir móta þessa stefnu. Og þeir vilja ekki að henni sé breytt. Alla tilraunir til þess að laga þessa stefnu. Ég veit að þú vilti segja að þetta einlaust sé bara lóðúthlutun, en það er meira að bæta réttarstöðu leigjenda. Því er alltaf hafnað. Það er ekki hægt að ná því í gegnum Alþingi. Það er bara ekki hægt. Og okkur heldur það sé, að því að þetta sé óréttlátt. Nei, þetta er sama, við hafa verið að fara fram á bara hluta af þeim réttindum sem að leigjendur hafa í næstu löndum. En það kemst ekki gegnum Alþingi vegna þess að þeir sem eru að græða á þessu kerfi hafa bara það mikil völd. Aðal málið, eins og ég horfi bara á börnin mín og barnabörn, aðal málið, og ég er ekki að segja við þurfum ekki að hafa sterka leigumarkað, við þurfum að hafa hann. Það er efnahagsaðstæður sem við búum við á Íslandi. Eini möguleiki almennings á að eignast eitthvað er að eignast sína eigin íbúð. Þannig að það hlýtur alltaf að vera markmiði hjá okkur að koma sem flestum inn á eignamarkaðinn. Þú getur ekki eignast íbúð. Nei. Ekki nema pabbi eins og ríkur, sko. Já, og af hverju er það? Af því það er búið að brjóta, ég tekið nokkur dæmi sem að leiðinni. Horfum á stórumyndina, af hverju er það? Af því að við erum ekki að mæta þörfinni. Við erum ekki að byggja nægilega mikið til að mæta þörfun samfélagsins. Þar við samfélagsins aftur, þar er ekki bara mannfjöldaukningin, það er líðfræðilega breytingin. Við þurfum 2300 íbúður á ári og við erum ekki að mæta því. Við erum ekki að horfa á þörfina, við erum bara að horfa á eftirspurnina. Svo vantar okkur fleiri hendur í hagkerfið, því að við viljum meiri lífsgæði og við þurfum að standa undir stærra og stærra kerfi og þannig er það bara. Og meðan við erum ekki að jafna þessa hluti,
langt frá því. Íbúðaskuldin að aukast. Íbúðin að aukast hraðar heldur við byggjum. Og meðan að staðan svona og enginn skilur það, þá afleiðingin þessi. Við eigum ekki möguleika á því að breyta þessu öðru sér heldur en að byggja meira. Og sjálfsögðu, það ekki bara hlutverk eins aðila, það allt kerfið átt að sjá þessu og sameinast það. Að við gerum bara fyrir einn hóp, frekar en annan, það kemur alltaf niður á hinum. Ef við byggjum bara leiguíbúðir, það ekki nóg, við þurfum að byggja hitt líka. Við þurfum að styrkja almenna leigumarkaðinn. Og venjulegur verkamaður á að geta keypt sér íbúð. Að sjálfsögðu. Þannig leitu Íslendingar á það alla síðustu öld og þannig held ég allir Íslendingar lítið á það ennþá. En því miður hafa stjórnvöld byggt upp kerfi þar sem að það orðið ómöguleiki. Fyrir venjulegt verkafólk. Skipulagsyfirvöld bara bera þarna mikla ábyrgð af því að skipulagið hefur ekki verið að taka tillit til þessari samfélagslegu breytinga. Og það það sem ég að benda á í gögnunum, það það sem að það svolítið potturinn brotin. Þú leggur svo mikla áherslu á lóðúthlutina. Má ég pröfa aðeins að nefna nokkra þætti af því að þú ert að vísa til ákvörðunar sem var tekin inn í íslensku samfélagi að byggja upp húsnæðismarkað sem myndi tryggja sem allra flestum það að geta átt sitt húsnæði. Og það svona séreignarstefnan, íslenski draumurinn á síðustu öld. Og í dag sem en hann bara því miður við sjáum að húsnæðiskerfið ítir undir svona leiguliða væðingu húsnæðismarkaðarins. Það bara breytir samfélaginu. Þú ert komin í það að 55% af fólki sem að stefnir í það á ekki neitt. Og munurinn á því að eiga og geta og munurinn á því að eiga íbúð. Bara það að borga sömu mánaðalegu greiðslurnar ef þú kemst inn á eignamarkaðinn, þá á einstaklingur eins og ég sýndi fram á 75-80 milljónir þegar hann var 67 ára. Ef hann var á leigumarkaðnum, þá var 4 milljónir. Þetta bara svart og hvítt var til lífsgæði þegar við komum á efri árin. Ef eitthvað gerist, versus að vera leigumarkaði versus eignamarkaði. Þetta það sem við viljum sem samfélag ekki. Við sjáum það bara 92% þeirra sem á leigumarkaðnum vilja ekki vera þar. Og það ástæði sem þeir vilja ekki vera þar að því að þetta bara svart og hvítt. Og þú bendir á að þeir sem á leigumarkað núna þeir koma yfir á efri árin og það svona samfélagsleg vandi sem að við eigum eiginlega eftir að horfast í augu við. Hvað gerum við þá sem eru búnir með starfsævinna sína og eru ennþá á leigumarkaði og þurfa að borga 370 krónur til að hafa þakka við það. Sjáum bara 2 hjón sem að kannski að leigja saman og annað að það var hjúkrunarheimili og helmingur að tekja með farin. Hvað verður hitt? Það næri ekki endum saman. Og sjáðu bara annað til dæmis. Eins og óhagnaðardrifin leigufélög, við verðum að styrkja það og hafa það sterkt og gott. Ef þú ert inn á þeim markaði og ert búin að vera kannski 5 eða 10 ár og einhver breytist hjá þér, eins og gengur að gerist, þú eignast barn eða þið skiljið og þú þarft að fara þá úr því húsnæði yfir í annað húsnæði. Það svo mikil tröppugangur, það svo mikil kraftur í hækkun á leigun alltaf ár frá ári að þú veist, það verður bara, þú getur ekkert farið úr íbúðum sem þú ert í. Þú ert bara þannig fangi. En varðandi íslenska drauminn sem að dó. Hann að deyja. Nokkur atriði. Stærsta aðgerðin var Breiðholtið. Þar var opinberir aðilar sem að byggðu upp, fluttu inn nýja tækni við uppbyggingu, héldi niður framleiðslukostnaði húsnæðis áratugaskeið. Það þannig. Nú þetta algjört bara no. Það má eiginlega ekki nefna það að þið opinbera myndi standað húsbyggingum. Annað á þessum tíma að þá voru litið á lóðir sem sameiginleg verðmæti sem við ættum saman í sveitarfélaginu okkar og því væri eðlilegt að úthluta þeim eins og sameiginlegum gæðum. Svona kringum 1990 þá farið frá þessari leið sem hafði áður tryggt svona ákveðna
valdreifingu á húsnæðismarkaði þar sem að þú sóttur íbúð og gast annarkvort farið með vinu þínum að byggja raðhús eða þú sóttur ásamt öðrum í stéttarfélaginu og lögreglufélagi byggði löggublokkina og þú kannast við þetta. Það sem var svona mikil valdreifing af því að lóðunum, byggingaréttinum var úthlutað til þeirra jafnt til allir hafa biðröð en allir höfðu sama aðgengi. Þá var kosið að bjóða þetta út, þetta var talið vera ósanngjarnt að úthluta þessu, að verið sanngjarnar að bjóða þessu upp, sem að þýddi það að þeir sem höfðu best aðgengi að fjármagni gátu keypt lóðirnar og á örskömmum tíma þá eru eiginlega allar ákvarðanir uppbyggingu teknar af örfáum aðilum sem eru bara fyrst og fremst okkur verktakar sem að kannski átti ekki mikið pening en höfðu aðgengi að peningum sem að við getum ekki farið og fengið 20 milljónir til að kaupa byggingarétt einhvers staðar. Ég veit ekki hvort að banki myndi hlusta á okkur ef við varum að byggja. Síðan erum við með verkamannabústaðina sem var svolítið lykilatriði að tryggja það að fólk ætti í húsnæðið og var held ég rík og öflug sátt en það var lagt niður af svona svolítið fölsku forsetu fannst mér að það var svona einkavætt innanfrá. Það var rétturinn til þess að selja út úr kerfinu. Þetta var lokakerfi sem var lokað vegna þess að fólk hafði haft aðgengi að ódýru fjármagni sem var sérstaklega miðað til þessara þátta. Það var litið á þess að vera þjóðslega hagkvæmt að taka lán og veita það á lægri vöxtum til tiltekinna þátta því að við verðum að tryggja lágtekjufólki öruggt húsnæði. Það er bara gott fyrir samfélag okkar. Þess vegna höfum við þetta lægra. Gjaldið sem að lágtekjufólki hefur og það hefur ekki sömu eignamyndunina meðan það býr þarna en það hefur húsnæði til æviloka og ásett húsnæði. Þetta var lagt niður og brotið niður. Síðan erum við með einkavæðingu íbúðalánanna sem að við erum svolítið að horfa á afleiðingarnar á ILS-sjóðnum núna þar sem að bankarnir ruddust inn á markaði með 100% lán og raunverulega íttu íbúðalánasjóði og húsnæðisstofnun út af markaðnum. Síðan höfum við haft markaðsvexti í húsnæðismálum á húsnæðismarkaði. Við höfum haft markaðsverð á íbúðahúsnæði og í slíku umhverfi þar sem að þeir sem eru á lægri tekjum hvorki varðir fyrir markaðssveiflum í vöxtum né í húsnæðismarkaði. Við vitum það og það vita allir sem hafa búið á jörðinni að það fólk verður þrýst út af húsnæðismarkaðnum og mun aldrei komast þar inn. Öll stóru húsnæðisátök á síðustu öld voru annarkvort að halda niður í verðinu með því að hafa inn í lokuðum kerfum eða í opinberum kerfum eða í félagslegum kerfum, hvort sem það voru eignaríbúðir eða leiguíbúðir, eða með því að búa til sérstaka sjóði sem að deildu út lánum til húsnæðisuppbyggingar til einstaklinga sem að höfðu ekki efnahagslega getu til að lifa á húsnæðismarkaði þar sem að bæði vextirnir og húsnæðisverði sveiflast eftir markaði. Ég á fullt í fangi með muna hvernig ég er að svara þér en ég held að það séu 4 hlutir. Mér langar að segja eitt til að byrja með. Ég held að það sé óskrifuð regla að við höfum alltaf að vinna að því að lágmarka fátækt. Og ég held að það séu bara allir sammála um það og það eigi bara að vera. Það er þessi óskrifuð regla. En ávöxtunum skuluðu þekkja það og ef stjórnvöld ekki að gera það þá efast maður að það sé raunverulegu viljið þeirra. Já, en sé ég allavega, þannig er hugsunarhátturinn og þannig vinn ég alltaf út úr þessu og ég held að það sé svona heilt yfir bara raunni á að vera og skrifaða reglan okkar. Þú nefndir Breiðholt. Breiðholt er gott dæmi um það þegar þú skapar fyrirsjáleika. Hvað gerist þú skapar fyrirsjáleika? Þá getur byrjað eins og þar. Það var 20.000 íbúða hverfi sem var byggt. Það voru byggðar félagslegar íbúðir. Það voru líka byggt stæðsta íbúða hverfi höfuðborgarinnar. Leið og komið fyrirsjáleika og það sem gerðist þar, ef við setjum hlutin í samhengi, yfir heilan áratug, þá náðu þeir að byggja sem jafngildir að byggja 5.000 íbúðum á ári. Ef við setjum bara í samhengi. Þetta er hægt. Það er verkefni en það er hægt að gera það. Leið komið fyrirsjáleikan og byggir inn í það og þú getur tryggt að þú getur byggt. Ef þú stækkar fyrirtækið úr 100 starfsmennum í 300 og ert viss um það að þú getur haldið áfram ár frá ári, þá treystar menn sér í það.
Ég vil halda til að haga að þetta var opinbert fyrirbrigði sem að byggði lungan að þessum byggingum og skilaði þegar þeir lokuðu sjoppunni, þau voru búin að byggja stóran hluta af Breiðholtinu, að þá gáfu þeir hverfinu Gerðuberg fyrir peningana sem áttu eftir. Já, ég þekki ekki alla söguna alveg niður. Þetta gátu við gert, sko. Já, það er akkurat það sem ég er að segja. Leið og kemur fyrirsjáleiki, þá getum við það. Það er ekki þannig að við getum ekki byggt meira heldur en 2800 íbúðir í ári eða 2500 á næsta ári. Það vantar fyrirsjáleikan, það vantar lóðir til að geta byggt á því. Þú kemur inn á sveitafélag farin að líta á þessum tekjustofn. Ég bara þekki ekki nægilega vel þar, eina sem ég segi þarna. Ef það er virkilega orðið þannig að sveitafélagin eru það þröngt í búi hjá þeim að þau þurfa að fara að selja lóðirnar til að standa undir skorinu kostnaðin sínum, þá hlýtur að vera eitthvað að samskiptum á milli ríki og sveitafélaga. Það er einstaklega vitlaus skattstofn að leggja það á þá sem er í húsnæðisstörf í staðinn fyrir að leggja það bara á þá sem eru aflögufærir. Já, ég myndi miklu frekar skoða út frá vinklinum, það er greinlega búið að íta bara of mikið það skildum samfélagsins yfir á sveitafélagin. Án tekna. Og það er það sem þau eru að ströggla. Við vitum öll að þau eru öll í vandræðum. Það er hort á hverja einustu krónuna. Þannig það er þá eitthvað að í stóru myndinni þar. Það er bara greinlega búið að setja of mikið að skildum á þau á þess að láta tekjurnar fylgja með. Og á þess að vera að fara út í það, málið fatlara, það er bara listin er langur. Þannig að ég aftur kem að því þegar að grunnurinn að því að byggja fleiri íbúðir er aðgengi að lóðum, er ekki til staðar, þá náum við ekki þessar hringrás. Og við endum alltaf við því að það kemur húsnæðishækkun, það kemur verðbólgu þrýstingur og ég var að benda ykkur á það hérna í gögnunum að hann hefur bara aldrei verið svona hár. Og á eftir að versna, næstu 2 árum. Hann er 3 sinnum meiri í dag, 15.000 íbúðir í skuld á móti 4.500 þegar vaxtahækkunarferli byrjaði og hann er fyrir sig að það endi í 20.000 aðeins eftir 2 ár. Og þegar við erum að byggja hægar heldur við þurfum þá sjáum við það. Leið og aðgengi almennings með vaxtalækkunum myndi aukast. Og við sáum bara Grindavíkur áhrifin, leið og kom 1000 íbúðir sem fengu peningi sem greiddan, áhrifin sem hafið það markaðin. Við erum að tala um miklu stærri skuld sem er hér og miklu stærri tölur. Nema að staðan sé svo að það sé einfaldlega ekki hægt fyrir Seðlabankann að lækka vexti út af þessu. Að það myndi bara búa til verðbólguskott. Nákvæmlega. Og þá verður við bara föst í því að vera með einhverja, kannski að því raunvextillir á húsnæðislánum sé ekki að nálgast 10% í dag. Hvað endum við þá? Þá endum við bara á þeim stað að það verður meiri misskipting í samfélaginu og meiri ójöfnuður. Og það er það sem ég er að reyna að segja með gögnunum í greininni að dæmi gengur ekki upp. Nei. Það er bara, ef við horfum á næstu 2 árin og meira sér það þannig í dag núna ætlar að starta framkvæmd, fjármagn er svo dýrt að þú getur ekki startað og það er líka það mikil óvissa. Muningur hafa efnaði að kaupa þetta því ég er búin að klára íbúðuna 2027. Hluti af íbúðuna núna, aðduga það, er seldur leigufélögum til að fjármagna sig. Og þá ertu búin að minnka möguleika almennings ennþá meira 2027 að eignast taka yfir höfuð því það verði ekki íbúður í boði annað en leiguíbúður. Kerfið er þannig að það mýlur öllum nýjum íbúðum undir þessi 20.000 sem að eiga. Þeir sem hafa aðgang að fjármagni, þeir reynir og það er bara kynslóðin fyrir ofan okkur. Hún veit það bara í gegnum allar sveiflurnar. Það er bara eitt sem hefur haldið verðgildi sínu allra best. Það er steypa. Og ég ætla þeim ekki að hafa meðvitað að gera þetta. En það er bara þegar átt pening, þá kaupur þau auka íbúð. Þú veist að það er peningurinn best geymdur á Íslandi. Hefur alltaf verið. Og töluna sína það. Það er 2-falt meira hækkun á húsnæði heldur hækkun verðlags síðustu 25 árin. Og ég er að benda á það að þrýstingurinn er bara það mikill að það er ekki fyrirsjáanlegt eins og við erum að keyra núna því það vantar eitthvað sem að hefur heildarhagsmunin fyrir fram að sig. En við kjósum fólk til þess að gæta þess að heildarhagsmuna og almanna hagsmuna, til þess að reka ríkið, til þess að setja lög og reglur.
Það heitir alþingismenn og þeir mynda ríkisstjórn og þar húsnæðismálaráðherra. Við höfum haft nokkra undanfarin ár. Þeir hafa ekki brugðist við þessum vanda, þessar stöðu sem að blasi við þér þegar þú skoða gögnin. Ég vil segja það að við höfum verið að benda á þetta við rauðaborðið árum saman, sko. Mér langar að segja bara, sko, kannski ég að fara aðeins út fyrir, en sko, hver hinn eiginlega félagsmálaráðherra landsins? Það alþingismenn ráðherrann sem við kusum eða það sveitarstjórnandi sem fer með lóðaframboðið? Hver hinn eiginlega húsnæðismálaráðherra? Það, húsnæðismálaráðherra sem við kusum eða það sveitarstjórnandi sem stjórnar lóðaframboðinu? Hver efnahagsráðherrann? Það hinn eiginlegi efnahagsráðherra eða það sveitarstjórnandi sem fer með lóðaframboðið? Það búið að klippa svolítið úr. Það rosalega erfitt að fara í húsnæðisuppbyggingu og húsnæðisátak þegar þú ert ekki með lóðir. Svo ég vitni í söguna sem ég sagði áðan með Guðmund Hrafn í Leigjendasamtökunum sem að þegar hið opinbera að móta stefnu, hann horfir í kringu sig og sér hver hinn raunverulegi félagsmálaráðherra. Þarna óvenju stórt hlutfall af þeim sem raunverulega að vinna hjá stóru leigufélögunum. Þarna velsett fólk sem með á sínar íbúðir í útleigu og hluta þessu 20.000. Þetta fólki sem að taka ákvarðanir. Hann var eini leigjandi sem var þarna. Þáttu að leigjendur hvað þessu, ef maður tekur alla fjölskylduna með alltaf ekki 100.000 manns. Já, en það sem ég að benda á, það sem ég aftur að reyna að benda á. Þetta raunverulega öfl í samfélaginu sem að móta stefnuna. Já. Og ef þau að græða á þessu, þá engan á að breyta þessu. Já. Ég held að ég bara gef með það. Ég held að sé yfirsýnin yfir gögnin, hann bara skorti. Ég held að fólk sé ekki að skilja gögnin og taka réttar ákvarðan út frá því. Ég ætla ekki, eins og segist, þú fer lengra heldur en ég. Ég held að þessi partur af því, eins og segist, þetta bara skipulags yfirvöldin í heild sinni og það rosalega stórt mengi að þegar þú ert ekki með lóðir til að mæta húsnæðistörfinni, þá gerist þetta. Já. Og þetta hryllilegt sem að gerast og við verðum að grípa til þess. Og þetta gerast ofboðslega rætt og eins og ég að draga fram í gögnunum. Og við ætlum að vera með neyðarstjórn til þess að ná tökum á þessu ástandi því að þetta mun eyðileggja samfélagið okkar. Þetta mun auka á ójöfnu í samfélaginu, þetta mun vera algjör viðskilnaður milli þeirra sem eiga og þeirra sem ekki eiga. Þetta mun hafa gríðarlega afleiðingar á börnin sem alast upp á heiminum, það sem grafið undan efnahagslegum styrk heimilisins. Þannig að þetta er mikið vandamál sem að verður að horfast í augu við. Nú ætla ég að endurtaka það sem ég sagði í upphafi. Húsnæði frumþörf. Og þetta ástæðan sem við erum búin að tala um núna, sem ég sannfærður heldur nokkuð tíma fyrr, að þetta stjórnar gífurlega öllu samfélaginu og hvernig við þróumst áfram og höfum verið því miður að þróast. Og það sláandi að sjá hvað þetta hefur gerst á stuttum tíma og mun halda áfram að meiri hraða. Því eins og ég að draga fram í gögnunum, 45% verður 55% á örskumum tíma. Herðu, Sigurður, fróðlegt að tala við þig. Kannski fæ ég þig aftur til þess að ræða húsnæðismál og kannski með ykkur fleirum hérna. Því að þetta eins og þú hefur bent á. Og við svo sem hefum fjallað oft við rauðaborðið, kannski minna undanfarið heldur en langan tíð að húsnæðisvandinn líklega mest áskorun í samfélaginu að leysa það. Kæra þakkir Sigurður Stefánsson. En við ætlum að halda hér áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is